Verið þið hjartanlega velkomin í 19. þátt kvíðakynslóðarinnar. Eins og við komum aðeins inn á í síðasta þætti þá hefur umræðan skjánótkun aukist töluvert síðan við byrjuðum fyrst með hlaðvarpið haustið 2024. Gesturinn okkar í dag sko engin nýgræðingur í þessum efnum. Hann hefur verið í þessum bransa í ansi marga áratugi og gefið út fjölmargar barna- og unglingabækur og hefur hann hlotið verðlaun fyrir störf sín. Það engin annar en Þorgrímur Þráinsson, rithöfundur og fyrirlesari sem brennur einmitt fyrir æsku landsins. Þessi þáttur í boði Stafrænnar velferðar og joybox.is. Stafræn velferð heldur fyrirlestra fyrir öll foreldrafélög, bókasöfn, ráðstefnur og íþróttafélög þar sem foreldrar hópast saman. Farðu á stafrænvelferð.is og hafðu samband. Joybox.is gjafavöruverslun með vandaðar fiktvörur fyrir unglinga og fullorðna. Farðu á joybox.is og skoðaðu gleðina. Sæll og blessaður. Sælar báðar. Takk fyrir að koma. Vertu velkomin. Takk. Ég alveg svona pínu stjörnur í augunum að fá að spjalla við þig, af því ég hef verið að dáðstæðir mjög lengi og alltaf mjög glöð. Mátti ekki að láta mig róðna hérna. Það sést ekki, við erum ekki með myndavél. Þannig að bara róðna eins og þú vilt. En já, þú ert rithöfundur og fyrirlesari og ert mikið að spá í börnum og úlingum og talar nú mikið við úlinga á hverjum degi. Já, nánast allan veturinn. Hvernig það? Unglingar eru bara dásamlegt fólk upp til hópa. Það ekki? Alveg sama. Ég er rótt spurður að því að ég náttúrulega heimsæki alla grunnskóla í Íslandi. Já. Búin að gera í 18 ár. Tala við 10. bekk. Ég er rótt spurður að ég finni mun á krökkum utan á landi eða á höfuðborgarsvæðinu. Mér finnst þetta bara allt vera dásamlegi krakkar. Ég endurteki að tala við krakka í 10. bekk sem er náttúrulega 15 að vera 16 ára. Þannig að ég finnst við vera komin yfir það að vita ekki hvort þau eru börn eða unglingar eins og kannski krakkar í 8. bekk eru. Þannig að þessi krakkar sýna mér alltaf kurteisi, tillitssemi, trufla aldrei fyrirlestur. Mörg þeirra eru eins og við vitum pínu óörugg með sig. Krakkar á miðstíi þegar ég að kenna skapandi skrif eða með fyrirlestur eru sífellt að rétt upp hönd og spyrja spurninga og vilja koma að stað. Síðan eins og krakkandi lokist aðeins frá 8., 9. upp á 10. Þau svona loka sig aðeins. Þora ekki að spyrja spurninga og ótta við að spurningin sé kannski skrítin, þannig að það er gert grína þeim í frímínútum eitthvað slíkt. Þannig að ég lít bara svo á að krakkar í 10. bekk og í grunnskóla þurfi bara meiri áskoranir, meira traust, að hluta til áhugaverðara námsefni, meiri félagsvirkni, opnari sundlaugar, tómstundahús út allt og bara meira traust og virðingu frá foreldri sínum. Þannig þetta er svona stuttasvarið. Ótrúlega gaman að heyra þegar úlingar eru talaður upp, eða bara þegar talaður einmitt eins og þú ert að segja. Men ég er í kringum þess að krakka hverjum einasta degi á veturna. Já. Og ég, í öllum tilvikum, ég er með fyrirlestur sem ég kalla að vera mastfangin á lífinu og fyrirlesturinn er svona 40 mínútur til klukkutími eftir hvort ég fæ 40 klukkutíma. Ég býð öllum krökkum að eiga glærurnar mínar, þannig að þau eru að senda mig post á kvöldin, þannig að ég er að spjalla við þessa krakka á kvöldin og þá kemur í ljósi að þau eru svona að senda mér post þá þora þau að þakka fallega fyrir sig. Sem þora ekkert endilega að gera fyrir framan aðra krakka þegar ég stend fyrir fram að þau. Já. Þannig að það gerist ýmislegt og ég segi ekki frá öllu, skiljiði, það er bara trúnaður. En mér finnst þessir krakkar, ég get sagt bara eitt lítið dæmi, ég var í skóla daginn og þegar fyrirlesturinn var búinn, þá vorum við inn í stofu og þá kemur stelpa til mín með 3 vinkonu sínum, hún stelpan fyrir að gráta og hún var svona glökk og fór að gráta hérna, ég bara grét með henni og tók utan á hana að faðma hana. Og þá sáðu hún svo einlægt bara mamma og pappi eru búin að vera að segja mér þetta í mörg ár, núna sé ég samhengið í lífinu, skiljið. Og hvað var það sem þú varst að segja við? Ég man ekki ég get ekki haldið fyrir sér í 40 mínútur. Ég er bara að tala það, að þessi krakkar eiga að gera góðverk, hjálpa hvort öðru, virða foreldra sína, bera ábyrgð á sjálfum sér, sinna yngri nemendum í skólanum, rétt upp hönd í tíma, allt sem lítur að sjálfstrausti og því að vera bara góð manneskja, vera bara góð manneskja
Þegar maður góð manneskja þá sé lífið hann. Já. Ég bara búin að sannreina það. Ég að tala þetta við krakkana og ég var að fundi upp í ráðuneytið í dag og þá kom ráðuneytisstjórinn til mér og sagði Þorgrímur, ég á dóttur í 10. bekk og hún sagði við fáum fullt af fyrirlesurum í skólanum okkar og ég hefði þetta dóttur minni að þú talaðir mannamál og þú talaðir allt aðra hlutin til allir aðrir. Þannig ég fæ svona sönnun á því reglulega í gegnum tölvupóst og fólk sem ég hitti að það sé að segja kemur svona frá hjartánu fyrir hjarta á krökkunum. Það skiptir máli. Hvað ertu búin að gera þetta lengi, segir þú? 18 ár. 18 ár. Og þú talar á hann að alltaf vera að spyrja þig hvort það verið einhver munur á milli landsvæða. Já, milli krakka. Auðvitað, sko, munurinn sem ég sé almennt það hvort að skólabragur sé góður eða ekki. Og þar sem eru sterkir stjórnendur, þar ægi á kennurum og þar bara ægi á nemendum. Svo fer ég í einn og einn skóla, ekki að skipti máli hvaða skólar það eru, þar sem stjórnandinn veikur og allir komast upp með allt sem þeir langar til. Og auðvitað náttúrulega sé ég líka mun og búin að sjá það núna síðustu, leiði mér að segja kannski svona 3-4 árum, hversu miklu skemmtilegra það að heimsækja skóla þar sem eru símalausir. Já. Það sem búin að frelsa krakkana undan þessari símaafsæki fíkn sem við flestur eru með. Gaman að heyra það. Og þá eru krakkarnir, það meiri hávaði á göngunum og meðal yngri iðkenda, yngri nemenda, en krakkarnir að tala saman, þau eru að leika sér, þau eru að spila, það er búið að setja borðtennisborð víða. Í Ólafsvík til dæmis voru sett upp taflborð fyrir einhverju 5 árum og það að koma upp skáksnillingar því að krakkarnir að tefla í frímínútum. Þannig að ég segi oft, mér langar oft að segja við þá sem berji borðið og segja nei, við erum ekki að banna eitt eða neitt. Farið í skólan og upplifið þetta sjálfur. Það bara stórmunur á skólum þar sem búið að frelsa krakkan undan þessari símafíkn. Já, við tölum mikið fyrir þessu, símafrí í skólum. Það að gerast, ég get sagt ykkur það. Já, það að gerast. Hvert svona sirka hlutfallið finnst þér? Milli skóla, ertu að meina hversu margir, ég myndi segja núna þetta væri svona 50%. Já, það er komið svo mikið. Já, ég hugsa það. Okay, landsbyggðin stendur sér rosalega vel. Já, þá erum við kannski bara að sjá fram á þetta verði. Nei, það kemur lagasetning. Það kemur lagasetning og hún tekur þess að seinustu skóla sem að þrjóskast við þetta. Af því það eru mjög margir skóla búin að taka þetta upp, eiginlega bara ótrúlega margir, síðastliðin 2 árin. En það eru einstakir skólastjórnendur sem ég veit af og hef talað við sem bara vilja alls ekki innlega símafrí í skólum sem ég skil ekki. Já, þeir segja bara að tæknin komin til að vera, já líka það kjarnorkusprengjur komna til að vera, sko, ef það bara notaður alltaf. Vín og sígarettur. Nei, alveg þetta er allt til, hvernig væri bara að takmarka þetta, í ljósi þeirra greina og reynslu, bara, ég þarf ekki vísindagrein til að segja mér hvað er að gera spennt fyrir að mann augunum, einhverju vísindalegar niðurstöður, ég bara sé það, mitt innsæði sér hvað er að gerast. Og það er líka þessi setning, ég fæ alveg græna bólur þegar ég heyrina, við viljum ekki boð og bönn. Minn almáttugur. En ég horfa á þetta ekki sem, boð og bönn er bara reglur og viðmið í neikvæðum búning. Bönnin bara þrífast á þessu. Já, ekki bara bönnin, við meðum ekki keyra nema á 30 km hraða Einmitt. Hvernig væri bara að sleppa okkur lausum og leiða okkur að bara keyra satt á við viljum. Við bara meta þetta hverju sinni. Lýðræðislegt þjóðfélag, það byggir á boðum og bönnum. Já, eða reglur og viðmið eins og ég kalla það. Já, reglur og viðmið sem er bara falleira. Já, við þurfum bara að hafa reglur og viðmið á mörgum sviðum í samfélaginu og það er ekki hægt að vera í samfélagi þar sem allt er leyft og hlutir eru bara einhvern veginn alls konar. Þannig, það er samt áhugavert að heyra og gaman að heyra. Ég nefnilega heyri þetta mikið frá manninu mínum, hann gerir við lyftur. Þannig að hann fer inn í margar byggingar almennt bara og að gera við lyftur og hann tala mikið þetta. Bara já, hann sér mikið mun á símafríum skólum og sem ekki. Ég líka var í skólum daginn sem mjög fjölmennur og námsráðgjafinn bað mig í mínum fyrirlestur að minnast það að sá sko að krakkarnir ætti ekki verið með síman, að þetta sem sagt símalaus skóli og það búið að býða krakkanum að vera ekki að taka upp síman sinn og ég sagði nei, ég ætla ekki að tala um þetta, ég að tala um aðra hluti núna. Svo náttúrulega var ég í þessum skóla í 3 daga á svo margir 10. bekkir, ég var hann í 3 daga. Já, okay.
og krakkarnir voru bara stóðu sig óboðslega vel. Já. Ég sá kannski einn og einn laumast pinkulítið en það er ekki lögga að stoppa þau, þetta er bara viðmið sem komið og ég held að þrýstingurinn komi bara frá öðrum krökkum sem að standa sig. Þannig mér fannst þetta ekkert mál í þessum skóla. En það sem erfitt með símana að rannsóknir, ég verið að lesa nokkur rannsóknir þetta og það hætti ekki að trufla, símarnir hætti ekki að trufla þig. Nei. Fyrir en hann hann óaðgengilegur. Já, algjörlega. Þannig að í töskunni hann náttúrulega bara til trafala líka, sko. Já, eða í vasanum jafnvel. Já. Og það alltaf, ég átti símalega skóli út bara geiman í töskunni, en hann ennþá truflaði í töskunni og freystingin ennþá gífla mikil og börnin að fara á klósett að reyna að kíkja og laumast og alltaf hugsa þetta og þetta hefur raunverulega áhrif á námsárangur. Algjörlega, þetta ætti síminn bara að vera heima, það ekki flókið. Eða bara í einhverjum síma vasa einhver staðar þar sem hann er sóttur þegar skólatíma lokið. Einmitt, bjöllu til bjöllu. En það bara mismunandi hvernig þetta gert í hverjum skóla fyrir sig. En það er svona líka með lagasetningunni þá ástæðan okkur ég styð lagasetningu líka og að það sé miðlægt að það sé skilgreining, að komi raunveruleg skilgreining á það hvað símalaus skóli. Já, algjörlega. Það ekki símalaus skóli eða með hann í vasanum eða í töskunni. Og þeir finna fyrir honum alltaf, þetta alltaf tröflun. Alltaf titrandi hann í vasanum. Já. En já, þannig að þú ert búin að vera í 18 ára að tala við úlinga. Já. Sérðu mikinn mun á þegar þú byrjaðir og í dag? Aftur spurning sem ég alltaf að fá. Já, þetta líka krassandi spurning. Ég ætla bara að leiða mér að segja nei. Nei. Bara heilt yfir nei. Það sem ég sé náttúrulega munur bara á klæðaburði og tísku og svörtu háru og svörtum varalit og svo allt í henni bara breytist eitthvað og það sem ég sé líka í fámennari skólum að það oft sterkir leiðtúar, ýmist jákvæðir eða neikvæðir leiðtúar sem krakkandi þor ekki annað en að fylgja. En heilt yfir eru bara börn dásamleg. Og ég bara trúi því í alvörunni stelpur núna að þessir krakkar, að ég mér þykir gott að vinna á kaffihúsum. Þegar ég er ekki með fyrirlestur að sesti á kaffihús og að vinna þar að skrifa eða eitthvað og þá koma oft foreldrar með lítil börn og vera að fá sér kaffi eða eitthvað að horfa í augun á þessum börnum, mér finnst ég vera að horfa bara inn í guðdóminn, bara segja hvernig það þannig að það eitthvað ný kynslóð að koma upp núna, ég get ekki sett aldursgreiningu á það eitthvað að gerast í þessum heimi, það eitthvað nýtt að gerast, það upplifi ég. Nýtt og fallegt. Gaman að heyra. Hvernig þá, hvað það sem gera það nýtt? Bara það eitthvað guðdómur í augunum á krakkanum. Það eru nýjar verur að fæðast. Já, meinar fyrir hvert barn, já. Já, fyrir hvert barn. Já. Hvert barn bara, öðruvísi, það eitthvað í gangi sem ég get ekki útskýrt. Heldur en unga börn fyrir kannski 20 árum síðan. Já, það eitthvað öðruvísi núna. Kannski horfi ég öðru svo krakk í dag, ég veit það ekki, en ég bara býðum bara að sjáðu hvað gerist þetta 10 ár. Ok, ég bara spennt. Við náttúrulega báðar mæður. Já, mæður ungbarna væntanlega eða... Þessum frekar. Já, mín eru mjög ung og svo ég með einn ungling líka. Þú ert með aðeins eldri börn? Já, 6 og 9. Já. En ég held líka, ég er mjög spennt að sjá hvað kemur út úr þessu, en ég held líka þegar maður foreldri, maður svo miklum hasar og maður bara elda og ganga frá, láta alltaf ganga upp og hugga og snýta og skeina, svo þegar maður búin í því, þá held ég maður sjá ótrúlega mikla fegur í þessu. Já, ég sjálfsögðu. Dett í það. Maður bara upptekinn bara við að láta hlutina ganga upp þegar maður á öll þessi börn. Já. Reyna að sinna sinni vinnu og áhugamálum og svo bara passa upp á krakkana. Og svo náttúrulega eru margir þroskaþjófar sem gera alltaf mikið fyrir börnin sín, bara hvernig næstu viltu, ég skal smyrja fyrir þig, ég skal klæða þig í sokkana og það keyra þig í skólan, ég skal sækja þig. Þegar krakkarnir eru kannski 5 mínútur að labba heim, við erum þroskaþjófar, ég var það sjálfur. En svo einhvern veginn núna þegar maður eru fullorðin og vil fara að einfalda lífsitt og horfir kannski með öðrum augum í kringum sig, þá sé ég bara eitthvað nýtt. Af hverju var þetta svona? Af hverju eru svona mikið að reyna að gera allt fyrir ástæður? Ég held að eins er bara einfaldari, þú veist, út af því að það tekur alltaf smá hnökra að bara, heyrðu, nú skaltu reyna að smyrja sjálfur, þú veist, og það er bara, það gengur illa, þú veist, í staðan fyrir bara, heyrðu, þetta er búin að gera það. Já, við erum kannski líka óþólumóð, en ég held að það sem þú sért að tala það að var ekki bara fjallað þetta í janúar að konur þurfa, var sérstaklega að tala konur muniði, konur verða að vera grannar, alltaf í rektinni, alltaf fínar, alltaf flottar, alltaf út í tísku, þannig að þeim ýtt út í það að vera bara
ofurmæður, kannski sem það ráði ekki alveg við. Já, náttúrulega bara samfélagsmiðlar eru bara... Já, ég er að meina það að það er svo mikil pressa á það að maður þarf að líta svona út og svo framvegis. Þannig að ég held að það gerir það líka verkum að maður bara ómeðvita sinni börnunum sinnum síður og treysti bara mikið á skólana. Það er bara mín upplifun. Já, ég er nýbúin að upplifa þetta. Það var hvernig við segja frá þessu, það var maður sem var svo ósáttur við, hann sá barn sem var að lesa og hann bara, þetta er greinilega drengur sem lesir til gagns, hann er greinilega einn af þessum fáu eða 30% sem getur lesið sér til gagns og hann sagði, þetta er nýkomi hjá mínum og hann var eitthvað eldri og hann bara lærði ekki að lesa, þetta gekk bara bröslega og veistu hvað, ég bara veit alveg hvað þetta var ég alveg hvað, og ég beið mig í ofanni, hann sagði, ég let hann bara lesa þetta var bara æfing og þá var hann var fúll út í kennarana að þetta hefði ekki verið gert, þetta var sjálfsagt gert en þetta var mörgbönd, en þetta byggist alltaf svona lestur heima, en ég heyrti kveikti á þessu, ég heyrti þetta áður þetta viðþorf að þú veist, skólanir er ekki að redda þessu, hver á að redda þessu? Nei, ég mitt. En þú líti ekki einn barm, kannski ekki alltaf. Ég var í litlu bæjarfélagi fyrir ári og reyndar aftur þar núna daginn og þegar ég var búin að halda fyrirlestur fyrir unglingana, þetta er það lítið bæjarfélagi, ég held fyrirlestur fyrir 8., 9. og 10. bekk saman, það er svona samkennsla og leiðin út bað kennar mig að kíkja inn á 1., 2., 3. og 4. bekk af því þið voru að lesa bók eftir mig og það er á 6, 7, 8, 9 ára gamli krakkar og ég náttúrulega mætti þar sem rithöfundur og bara var að leika við fíblast í krakkanum sem að gera og segja frá svo ákvað ég að spyrja krakkana út í 5 erfið orð Eitt strákur lyfti alltaf upp hönd og svaraði alltaf rétt, skildu öll orðin. Þannig eftir tíman spurði ég kennaran hvað veldur því að hann skilur öll þessu orð. Hann les heima í hálftíma á dag og meðan hinni krakkarnir eru kannski að lesa í 5 eða 10 mínútur. Þetta snýst bara um þetta. Og það er bók sem heitir eftir Donald Miller, The Book Whisperer, mjög athyglisverð bók, hún er að kenna 7. bekk í Bandaríkjunum og í þessum fjölmennaskóla eru mjög margir 7. bekkir. Hún ákvað eitt veturinn þegar hún stóð fyrir framan bekkin, 7. bekk, 12 ára krakkar, að segja bara krakkar, í vetur les hver ykkar 40 bækur á manni í vetur. Og sumir krakkar fengu áfall að því náttúrulega þeir voru ekki vana að lesa svona mikið. Síðan tókum við talið hvern einasta nemanda og spurði... Svo cirka 1 viku, eða ekki yfir veturinn, eða ekki? Er ekki svona cirka 1 bók á viku? Ég er ekki búin að reikna það, ég er mjög leiður í starffræði. Þetta er alltaf erfið spurning. Þannig að hún tók viðtalið hvern einasta nemanda og spurði hver er þín áhugamál. Og svo fann hún bækur með krökkunum, fór hún á bókasafn og fann bækur sem tengdust áhugamálu krakkana. Og þegar maður lesum eitthvað sem er áhuga á, hvað sem eru bílar eða flugvélar eða fótbolti eða dúkkulísur, þá les maður meira. Og þegar veturinn var búinn, kom í ljós að sá nemandi sem las fæstar bækur, las 28, hinni náðu næstu í 40 bókum, en ekki bara þetta, heldur árangurinn í öllum greinum var miklu betri heldur en í öllum hinum bekkjunum. Það byggist alltaf... Orðaforði, sjálfstraust, skilningur, alltaf að sama. Orðaforði, ef þú hefur ekki orðaforða, þá fær ekki sjálfstraust, þú ert í vesinni. Já, líka bara tjá sig hvernig líður mér, sérstaklega erfiða tilfinningar. Já. Á, merkilegt. En 28 bækur er ekkert smá mikið. Það er frábæra árangur. Já, algjörlega. Fyrir þann sem las fæsta bækur. En það geta líka kennarar breytt lífi barna með því að vera óbúðslega áhugasamir. Sem ég tel að mjög margir sig hérna á Íslandi. En ég finnst kennarar heilt yfir bara mjög faglegir og flottir það sem ég hef kynst. Þeir eru það. Gott að heyra, gaman að heyra. Í allir þessari umræðu. Já. Að það má ekki gleyma það með hrósa kennarum. Nei, menn þeir eru að takast á við miklu erfiðari mál núna heldur en áður. Þeir eru með svo marg ólíka hópa í hverjum bekk fyrir sig. Ég heyrði til dæmis bara núna í skóla í Hafnarfirði á það sem ég var á 5. daginn. Þá sagði, það sem ég er búin að upplifa undanfarin árið, það var alltaf verið að fjölga skólaliðum og stuðningsfulltrúum í skólum, sem er svo fallegt. Oft krakkar sem eru nýbúnir að klára kannski stúdentspróf, við erum svona að beðum það hvað það ætla að gera við lífsitt, þá koma það tilbaki í skólan sinn og eru skólaliðar. Og þá eru þeir bara á göngunum að kannski hjálpa til við erfiðustu dæmin, fara inn í stofu, sumir hengja sig kannski á einn nemendur beðnum með það, en þessi skólastjórinn sagði við mig í svona skóli í Hafnarfirði var að við finnum eiginlega meira fyrir því þegar vantar skólaliða heldur að vantar kennara. Já, það. En þá þarf að passa, kannski krakkana sem eiga kannski erfitt með sig, hvort sem það er ADHD eða hvað sem er,
bara það þarf oft og ég bara man líka fyrir svona 10 árum því að vera í Stykkishólmi þegar Gunnar Svanlaugsson var skólastjóri þar frábær gaur búin að var þar í 20 ár og þá var Snæfell körfuboltaliði í Stykkishólmi bara í úrvalsdeild og var Íslandsmeistari og hann fekk bara körfuboltagauruna sérstaklega frá útlöndum til að vera skólaliða í sínum skóla. Hann var svo hátt hlutfall kennara í skólanum eins og víða annars staðar sem mér finnst skipta máli. Man sér það mjög við eins og í Réttarholtsskóla og Hagaskóla og annars staðar. Það skiptir máli að sé hátt hlutfall kallkennara. Já, gerir það. Þannig að margt sem spilar inn í þetta allt saman. Já, það kemur að því að fá börn til að lesa meira þá ég er búin að vera í svona smá tilraunastarfsemi með þetta þá bara vera með bækur einhvern veginn út allt sjálfsögðu það virkar rosalega vel þú ert að lesa og þú ert með bækur aðgengilegar og einhvern veginn í þeirra hæð og eitthvað sem þau einmitt hafa áhuga á þá verður þetta svo hluti af daglegu lífi bara já, það verður það og farin að bóka samt mér það svolítið ævintýralegur heimur það bæði ótrúlega mikil svona róðar og þú veist það er svo góð hljóðvistin og setja bækur svona upp og svona kósi horn og alls konar ég er svo ánað með bókasafnin á Höfuðborgarsvæðinu ég er búin að vera að kíkja að því ég er með svo ungbörn þannig við förum mikið á bókasafn einmitt þau eru með alls konar leiksvæði og við tökum alltaf bækur einu sinni í mánuði af því að það er þá sem við fáum áminningum það að við þurfum að skila bókunum þannig að þá tökum við næstu bækur og bara eins og í Kópavogi bókasafn þar er æðislegt að við farað þangað já, það er mitt þetta er svo gott bókasafn bara shout out til þeirra þeir bara vera að fá hrós og klappa bakið algjörlega og líka í Breiðholti, ég nota það svolítið þegar mjög flott það líka Gerðuberg síðan líka ég fór í Lágafellsskóla einhvern tímann í fyrra og var að skoða bókasafnið þar það var svo góður bókasafnsvörður í Lágafellsskóla hefur þú kíkt þangað? Þetta er bara besta skólabókasafn sem ég hef séð þetta og hún var svo metnaðfull hún var búin að flokka allt einhvern veginn í möppur út frá áhugasvið og höfundum og eða kom nefandi og gæti kannski bara nefnt eina bók sem hann hefði áður lesið og haft gaman af þá gæti hún bara hjálpaði með lista bókum til að og svo alltaf með eitthvað keppnir og búin að stilla svona fallega upp og var alltaf að breyta og það var svo rosalega flott hjá henni. Í mjög mörgum skólum bara á landinu eru bókasöfnin náttúrulega hjarta skólana sko. Það á að vera bara svona næði stund. Þannig ef einhverju nemanda líður illa það bara kemur að þanga inn og leggst kannski á gólfið eða einhvern púðaði eitthvað og tekur bók í hönd. Og það er mjög margir sem gerir þetta vel. Já, það er það. Það er mjög mikilvægt og bara kalla þarna út að við verðum að styðja við bókasöfnin okkar. Bæði innan sveitafélaginu og innan skólana líka. Mjög notalegt að fara í dalslög, sérstaklega krakkandi voru lítil, byrja á, þú veist, má bókarúndi og svo bara tókum við á safninu, fórum í sund sem er líka svo ótrúlega heilandi, svo bara beint í kvöldmatt. Voru þau ekki með eitthvað grjónagröð eða eitthvað sem þú varst að segja mig frá? Nei, þetta var mín hugmynd. Ég er nefnilega bjóð þetta í hverfinu, svo var ég að flytja það frá hverfinu þegar sundlegin var opnað, eða þetta var allt sem hann var opnað. En þetta var svo ídjalt að fara bara með sundfötin morguninn, sækja krakkan í leikskólan og skólan, fara beint á bókasafnið, beint í sund og svo er sko skólamötunundið þarna bara í sömu byggingu en maður hefði getið fengið afgang, bara keypt afgang þar af því svo kemur maður heim og það er bara allt slökkt og engin elda þannig að þú veist, fengið bara einhvern mat þar og bara farið í náttfötun og heim það er bara geggjustund og svo ótrúlega áreinslulegs ekkert eitthvað, heyrðu smá skjáttími, ég ætla að elda Nei, við erum að reyna að sleppa við það allavega Þannig ég hefði unnið í þessu ef ég hefði verið áfram í hverfinu. Einhver annar getið tekið við. Nei, og það er svo gott við þessa þriðju staði sem við tölum stundum það eru staðirnir sem eru ekki heimili, fyrsti staður, vinn og skóli er annar staður og síðan eru allir aðrir svona staðir sem kosta ekki mikið eða eru ókeypis þar sem fólk getur farið saman og er ekki með dagskrá, er það ekki aðal svona? Já, það má alveg vera einhverju viðburður og fleira en þetta er kannski, þetta er ekki óaðgengilegt neinum. Það kom allir á sama borði, það var allir aðgang, jafnvel Jón Klikk úr hverfinu, hann má mæta, skilur. Þetta er svona innan hverfis sameiginlegu grundvöll. Já, þar sem allir geta komið og verið saman. En síðan líka eins og fyrir úlingana, því að það er alltaf að vera að stytta þessar sundlega tíma. Já, eins og þú komst inn áðan, Þorgrímur. Ég er búin að skrifa Facebook-færslum það að ég mér kjósa þann
stjórnmálaflokk sem hefur opið til miðnættis á föstudögum og laugardögum til að fá unga fólkið sem á kannski alltaf erfitt inn í sundlaugarnar. Sonur minn 25 ára, hann bara alltaf í sundi, ná þessum krökkum út af, hvað ég segja, bara planunum fyrir utan hagkaupiskefinni inn í heilbritt umhverfi. Þeir eru þar, margir, ég náttúrulega alveg 20 mínutur. Já, menn ég segi svona oft skrifað þetta, þannig að það bara ná krökkum inn í heilbritt umhverfi, sérstaklega svona viðkvæmum tíma. Svo alltaf talað einhvern sparnað í hér og þar. Og ég nú nýfluttur í Garðabæinn og þar held ég að aðal sundlaugin í Garðabæi sé bara opinn til 5 eða eitthvað á laugardögum. Þetta er algjörlega galið. Algjörlega galið. Það var nú eitthvað frétt daginn, nú verður að hjálpa mér að muna. Það voru einhverjir krakkar sem voru að berjast fyrir því að sundlaugin væri að þau fengi að vera fram að lokun af því að þau voru á 13. ári og þá segir að á 13. ári það máttu vera til 8. Tengist ekki útivist Jú, það tengist útivist tímanum. Já. Og þau voru alltaf rekaðu upp úr snemma því að þau voru ekki orðin 13 ára en voru á 13. ári. Það fara að labba heim. Já, og þau voru með undirskriftalista, ég muni hvað það var, veit ég hvað það tala um, nei. Þau voru með undirskriftalista og fengu bæinn, þetta voru út á landi, til þess að breyta þessu og gera grein fyrir því að þau meiga vera fram að lokun, af því að þau eru Hefur eitthvað umhverju eitthvað svolítið? Nei, af því að þau eru á 13. ári það miða við árið en ekki ammælistægin. En síðan bara eitthvað nokkru vikum seinna kom aftur í fréttum að þessi sama sundhöll var að fara að loka fyrr, þannig að þessi vinna hjá þeim fór til einskis. Mér fannst það svo leiðilegt, þetta var svo flotti krakkar. Þeir sáu þarna eitthvað vandamál og stóðu saman í því. Já, stóðu saman í því og leystu það og létu eitthvað, voru með breytingar. Þeir sem voru með frumkvæði. Það er rosalega flott að sjá unga krakka gera það. Algjörlega. Þannig að mér varst þetta alveg ótrúlega leiðilegt. Það eru sundlaugarnar og svo varst þú, Þorgrímur, að tala í upphafið þáttarins Ég var sett á stað ákvæði svona, ég sett ekki þetta neitt á stað. Ég var með hugmyndur svona eldhugaverkefni, þannig að þegar ég fór í alla skóla út á landi, ekki þennan vetur heldur veturinn á undan, þá fékk ég styrk frá menntamálaráðuneytinu til að stoppa lengur á hverjum stað og hitta eldhuga í hverju einasta bæjarfélagi. Það er að segja fólk sem brennur fyrir betri heimabyggð. Og ég bara komst að því að hverju þetta í hverju einasta bæjarfélagi og hélt fund með þeim. Og þetta eru börn? Nei, okay. Eldhuga fullorðna. Já, ég hélt bara að börn getur verið eldhuga. Já, ég veit, en ég var ekki að leita þeim. Ég var að leita fólki sem hefur fjármagn til að bara status til að gera eitthvað. Og ég skildi eftir 30 tillögur hjá hverju einasta bæjarfélagi og með rökstuðningi. Ég náttúrulega hef ekki svo sem fyllt í eftir og auðvitað náttúrulega margt hefur verið gert sem kannski svona harmonera við það sem ég var að tala um. Það bara skiptir máli, finnst mér, að krakkar, alveg saman hvað er búa, geti farið inn í heilbritt umhverfi þegar þau langar til að fara út á kvöldin og gera eitthvað. Eins og til dæmis, félagsmiðstöðvar eru opnar fyrir ákveðna aldurshópa, kannski 2 í viku, þessi hópur, annar aldurshópur, aðra daga. Ég vil bara sjá tómstundahús eins og þú varst að tala um, það sem krakkar geta komið inn og sumir eru í pílu, aðra að spila, aðra að mála, aðra að hlusta tónlist, einhver að dansa. Þetta er svona risastórt bara svona tómstundahús, félagsmiðstöð. Jú, það tóku mér allir vel, skiljiði, og allir hafa skilninga á þessu en ég var ekkert í þannig starfi að ég var eitthvað að fara að fylgja þessu eftir. Mér langaði bara að leggja fram 30 tillögur hvað þetta varðar. Sá bara fræjum og sjá hvert það myndi fara. Algjörlega. Hvað var það sem þið fannst standa mest upp úr hjá þessum eldhugum? Mér fannst bara, það er náttúrulega, því ástæða þess að þeir eru eldhugar er svo að þeir náttúrulega hafa áhuga á þessum, þeir brenna fyrir þessum málefnum. Sumir tengdust pólitíkinni, aðri voru bara framkvæmdastjórar íþrótta- og tómstundarás. Mér fannst þeir allir að vilja gerðir til að gera eitthvað. Og eins og til dæmis bara ein hugmyndin var að tala um læsi eða ólæsi, að til dæmis á Blönduósi þar eru lestrar ömmur sem kom inn í skólana, sitja á göngunum og eru að kenna krökkum sem eru kannski á erlendu bergi að læra, að lesa. Hugsið ykkur hvað þetta er verðmætt. Annars myndi kannski kennari eingöngu sinna þessum eina nemandi tíma og hinni sitja, þannig að lestrar ömmur var eina hugmyndin. Önnur hugmynd var svo að leikskólar og dvalarheimili myndu tengjast og aftur tala ég Blönduós vegna þess að það er leikskóli og þá myndu krakkarnir kannski labba
og setja hérna niður einhverja jurt eða semst fræ með gamla fólkinu á dvalarheimilinu, svo myndu hjálpa stað að láta þetta semst að spretta og taka svo upp eitthvað grænmeti hérna að hausti, þannig að búa til einhverja svona fallega samvinnu milli kynslóða og það var bara ekki það ég mun allar þessar hugmynd, það voru 30 tillögur skiljiði, meðal annars var hérna að Sundlaugardalur sé opnað lengur, líka það að íþróttahúsin séu opin lengur á kvöldin í stað þess að sé skellt í lás við út á landi vantar pening og þá er bara, neini, lokulæðis eina íþróttahúsi á svæðinu, húsförun hefur ekki tíma til að vinna lengur, sko bara loka klukkan 6 og krakkarnir hvað að gera, hangi í sjoppunni eða hvað, skiljiði, eða bara hanga heima í símanum þannig að það eru lausnir út um allt að mínum mati en alltaf strandar þetta oft á einhverju peningum. Minna sjáuð eitthvað viðtal við eitthvað strák í blöðunum í gær og í sjónvarpinu, minni mig. Hann sagði bara, mín veikindi og geðveila kostaði ríkissjóð 180 milljónir bara á einu ári. Ég sá það. Skulum spara krónuna samt. Við erum alltaf að spara hérna krónuna og endalaust. Endalaust. Það er sem menn bara einhvern veginn, við erum alltaf í einhverju björgunaraðgerðum í þess að vera bara í alvöru stemtækri íhlutun. Það minnst það alveg galið. Ein tillaga var líka svo að víða eru ekki faglærðir íþróttakennarar á leikskólum vegna þess að launin voru bara lægri í leikskólum heldur en að kenna í grunnskóla fyrir nokkrum árum og mín tillaga var svo bara tökum bara sem dæmi, ég segi Ólafsvík þar er íþróttakennari hefur hann tíma 3 í viku til að bara skjótast út í leikskóla og hreyfa krakkana það rétt þegar krakkar ánetjast hreyfingu ungir, þá eru mikla líkur því að þeir haldi áfram að ánetjast hreyfingu því það líklega heilbrigðara líf, meiri sparnaður og meiri lífsgæði þannig að svona einfaldar tillögur þetta er svo einfalt fyrir mér er þetta einfalt sko ég möti sem íþróttafræðingur allan daginn ef ég var að starfa einhvers staðar vilja fyrir leikskólan að hjálpa til þar þótt ég fengi ekki borga fyrir það maður þarf ekki að fá borga fyrir allt sko Það er nefnilega ótrúlega hvað fólk er tilbúið að gera mikið í sjálfbúðarlefinu. Já. Nei, þannig að mér finnst þjóðin vera að vakna. Segja ykkur alveg eins og minna, yfirleitt eru allt neikvæðar fréttir út um allt, en mér finnst það er svo margt fólk það er svo margt gott fólk í samfélaginu sem raddir þess þyrftu að heyrast oftar. Og við finnum fyrir því. Mér finnst skorta pínu hugrekki og fólki, að því bara leiðinni hinga þá var ég einhver að tala um Davíð Oddsson, hvernig maður hann hefði verið. Hann bara, maður verður óvinsæll stundum ef maður þora standi í lappirnar, gagnvart sínu innsæi, einhverjum hugmyndum og knýjar áfram, þóttar kosti óvinsældir. Og þessi maður sem var í útvarpinu á hann vitnaði til dæmis í alþingismenn sem bara lofa öllu fögru fyrir kosningar. Svo komast þeir á þing og þá vilja þeir ekki rugga bátnum af því þá gætu þeir verið að missa bara vinnuna sína eftir nokkur ár. Í þess að koma inn með einhverja hugsjón og standa við það. Þótt að einhverju séu á móti því. Já, og í verstafalli gera það bara eitthvað annað eftir nokkur ár. Já, ég menna, við þurfum bara að standa í lappirnir hérna heima. Mér finnst bara vanta leiðtoga hérna. Ég líka að þú getur ekki staði með þinni hugsjón og þínum hugmyndum. Fyrir hvað stendur þá? Akkurat. Að þú getur ekki, ef þú ert að reyna að þóknast öllum, þá þóknastu engum og ekki sjálfu þér heldur. Nei. Þannig að og þessi tilfinning, sérstaklega eins og kemur alltaf að reyna að koma tilbaka hérna á skjánotkun barna við finnum þessa tilfinningu, þessa ónóta tilfinningu þegar við sjáum börn vera hangandi í símanum og maður svona, þetta á ekki að vera svona og líka að því ég er alltaf búin að vera að pota svolítið í björnin hérna með spjaldtölur í skólum ég er ekki hrifin af svona mikilli skjánotkun í skólastarfi þetta er undanhaldi Já, það? Já. Okay. Kennari og fólk er bara átt að segja á því að þetta er bara, krakkar eru kunni ekki stafsendingu lengur. Það er leiðið eitthvað forrið í spjaldtölunni. Þannig að þeir bara get ekki skrifa rétt. Þeir bara get ekki skrifa, þau veit ekki hvernig að skrifa. Já. Þetta er bara skelfilegt að sjá þetta sumstaðar. En er þetta á undanhaldi? Já, ég heyri það á kennarum. Þetta er undanhaldi. Það er frábært að heyra því að ég heyri svo rosalega háværa raddir sem er að verja þetta út í rauðan dauðan. Að vera einmitt bara helst að nota spjaldtölur sem mest í öllu námi. Hvernig að krakkarnir að læra stafsetningu að skrifa? Þetta er allt leiðrétt sjálfkrafi fyrir þau. Ég var út á landi í vetur og fór í 9 eða 12 skóla á sama landsvæði og var að kenna skapið til skrif. 5., 7. og 7. bekkur.
og ég náttúrulega kenni skapandi skrif með að segja hvernig ég vinn sem rithöfundur, krakkandi fá verkefni eða bara vilja fá að velja sitt verkefni sjálf, sittast niður og byrja að skrifa, handskrifað á blað, ég bannaði þeim annað. Og þegar ég, og svona labba ég á milli og krakkandi lyftu upp hönd og ég tala við þau og þau kannski með, hvernig að ég byrja og við vantar nafn og svona, ég ekkert að horfa til að líta á stafsetninguna þannig séð að leiðritaði, það gera maður setna þegar maður skrifa sögur. Þegar ég fór í síðasta skólan á þessu svæði, þá sagði ég við kennara sem ég þekki, eftir að hafa hort yfir öxlina á krökkum í þessum bekkjum, ég sagði, ég hef á tilfinningunni að 60% nemenda á þessu landsvæði kunni hvorki að skrifa, nýja hérna með stafsetningunum hreinu. Hún sagði hlutfallið hærra. Já, og hánótkun spjaldtölva? Já. Þetta er bara einhver svona leið og einn nemandi í einhverju bekk með einhverja örðuleika og fær að nota spjaldtölvu að því hann kannski, ef að segja, lesblindur eða eitthvað og þá bara undan þá vilja hérna krakkarnir líka og kennarinn stendur ekki í lappirnar. Og þá kemur krafa frá foreldrum. Þetta verður að vera svo auðvelt. Það verður alltaf að vera svo auðvelt. Þroska þjóðarnir. Já. Ég er nefnilega alveg svo innilega ósammála þessari stefnu með spjaldtölunar og einmitt að þetta er bara of auðvelt að vera leiðrétta stafsyninguna fyrir mann og rannsóknir að koma út, núna bara nýlega rannsóknir, bara 2004, 2005 sem að sína að nám í svona spjaldtölum alls ekki á pari við nám í bókum eða að skrifa, þú læri meira með því að skrifa með blýjandi. Já, hönd og hugur, þetta er bara rannsóknir sína það. Já, og lesi bók og það sem ég heyri samt að foreldrar eru svolítið búin að gefast upp á þessum slag, af því að þessi iPadar eru að koma heim, ég nefndi þetta svolítið í torginu þarna daginn, af því að þetta brennur svolítið á mér. Já, að skólandir sé að leyfa krökkunum að taka iPadana með sér heim. Ekki bara leyfa, heldur að krefjast. Það er galið, sko. Þeir eiga að taka spjaldtölvuna með sér heim og eiga að hlaða tölvunar heima og læra heima á spjaldtölvunum og ef þeir gera það ekki, þá fá þeir bara mínus í kladdan þegar þeir mæta daginn eftir með ólhanna spjaldtölvu. Hvað þið ósátt? Og núna, bara til að tala við foreldrar sem að hlusta, þá veit ég nokkra foreldrar sem eru að taka sér saman og skrifa e-mail til skólana og segja ég vil ekki barnið mitt fái spjaldtölvu og reyni mótmæla því og kræfjast þess að sem foreldri þá megi þau afþakka þetta og þetta er eitthvað sem við þurfum að breyta, við þurfum að gefa foreldrum réttin til þess, hver er réttur foreldrum? Akkurat. Til þess að afþakka þetta. Já. Af því að ég veit að við eigum að treysta skólakerfinu og það eru kennarar núti sem að gera frábæra hluti og gera allt sitt besta og vera að standa sér frábælega en fyrir allavega að bara tala við sjálf á mig þá leyfi ég mjög litla skjánótkun, það er engin spjaldtölva heima þegar fá ekkert síma fyrir það er að tala um yngri hópana yngri krakkana, þau mun ekkert fá síma fyrir þeir komin í úlingadeildi fyrsta lagi og við erum ekki með neina snertiskjá en eitt, þau bara fá þetta ekki ég er bara mjög súr yfir því að barnið mitt myndi fá spjaldtölvu síðan í skólanum sem ég þarf þá að fara eitthvað að hafa, og hef enga almennilega stjórna og þarf einhvern veginn að fara að huga, ert að læra, ert að leika þér og svo krakkarnir komast fram hjá söllu saman, þau bara komast fram hjá og eru bara að leika sér í tímum. Hversu klárir eru þessi krakkar, þau finna alltaf leiðir. Ég veit ekki betur en að Kópavog hafi riðið á vaði með þetta á sínu tíma, en nú þeir bara að eins og ég hef heyrt að bara bakka með þetta allt saman. Eru þeir að bakka þetta? Þeir eru grjótharðir í þessari spjaldtölvu. Þetta meina þetta? Já, ég hef allavega ekki heyrt neitt um það, en ég er mjög glöð að heyra. Skrifaði bara Ásdísi bæjarstjóra. Já. Harðvart bréf. Hún ekki hún, bara almennt þau sem stóðu fyrir þessari spjaldtölvuinnleiðingu eru mjög harðorða. Eðlilega, þau vil ekki viðurkenna mistök sín. Þetta var svo frábært. Já, en ég tel að það tekur hugrekki að játa kannski að maður hafi haft rangt fyrir sér, taka afstöðu út frá því. Það krefst mikils hugrekkis að geta litið inn á við. Og ég meina svona þetta stundum, bara eins og var reykt inn í bílum og með börnin í eftirsetinu og mátti ekki aftur að glugga og svo mikið reyka veginum. Þannig að svona lifum við, þú veist. Við erum bara alltaf að læra. En þetta er svona minn næsti í rauninni bardagi, af því að ég veit að þetta með snjallsíma samfélagsmiðla hjá ungum börnum, þetta er að fara. Það tekur bara nokkur ár. Já. Og þetta með símafrí í skólum, þetta er að koma. Ég hef engar ágjur af þessu lengur.
ég gæti bara hægt að tala um þetta og bara að leggja á. Ég held að innan örfára ára munum við segja eins og var sagt með sígarettar, muniði þegar mátti reykja flugvölum eða reykja í rútum eða veitingastöðum og svo bara við munum segja muniði þegar krakkarnir okkar tóku síman í skólan. Já, Já. Og muniði eftir andspyrninni þegar áttar að banna reykingar á veitingastöðum og ég man ein rökin voru sko en þú veist það finnir maður prumpulyktina á Jesús minn almáttugur. þú veist og svo ekkert meginn gerðist það og það var allt í lagi, þetta var bara maður þurfti ekki að viðra fötin sín þegar maður komið heim Það mun fækka gestum og flagg og svo framvegis sko. Já. Þetta var slagur, getur sagt ykkur. En núna er stefna í Reykjavíkurborg, þeir eru komið 4 pröfuskóla þar sem þeir eru að innlega gervigreind í námi. Já. Eru og ég hef ekki fengið það var einhver viðburður daginn þar sem var að kynna þetta allt saman og ég var ekki þar, en ég hef verið að tala við foreldra líka sem eru með börn í þessum skólum og þau hafa ekki fengið neina kynningum hvað þetta þýðir. Manstu hvaða skólar þetta eru? Ég get það. Nei, manstu allavega eitt þeirra? Engjaskóli var eitt þeirra. Engjaskóli er fyrir yngri krakka, eingöngu ég maður rétt. Ekki að þetta skipta öllum máli, minna, mér finnst þetta á þá að fara að fækka kennurum þá eða? Ég er ekki alveg 100% með á hreinu hvað felst í því að innlega þetta en þetta er bæði eitthvað sem krakkarnir eiga verið að nota og eitthvað sem kennararnir eiga verið að nota. Og þá enn og aftur í tölvu eða spjaldtölvu eða eitthvað slíku. Það er eina leiðin til þess að nota gervigreindina. Það er eina leiðin. Þannig, þeir foreldrar sem ég hef verið að tala við hafa ekki fengið neina almennilega kynningu þetta og síðan er stefnan í Reykjavíkurborg að þetta verkefni verði tekið áfram í öllum hinnum skólum Reykjavíkur. Eða allavega hjá áhugasum skólum segir. Og hefst þá slagurinn upp á nýtt? Já, sko, þau þarf að komast gegnum mig í allavega þegar kemur að mínum börnum. Ég mun ekki taka þetta, ég mun frekar taka kennsluréttindin, klára þau og kenna heima. Ég er bara alveg þar, sko. En mér finnst þau bara, þetta gengur svona langt og þetta er svolítið mikið bara svona ríð á vaðið og síðan biðja afsökunar eða ekki einu sinni biðja afsökunar eftir á. Já, snýst þetta að læra umgangast þetta út af því að þetta komið til að vera eða hvað, veistu, eitthvað meira hvað það snýst? Sko, út frá að því ég er búin að vera að taka áfanga í háskólum líka, kennslu réttindurum, að þá veit ég að þetta snýst svolítið það að ég myndi að læra að nota gervigreindina í til dæmis hugmyndavinnu og forritun og eitthvað svona skapandi smíðum og fleira. Hjá kennurunum held ég að þetta sé til að hjálpa til að vera búið til námsefni og eitthvað í það áttina. Ég sé samt bara fyrir mér að við spólum síðan 3, 4, 5 ár fram í tíman og þá eru bara krakkarnir verða að nota gervigreind í að leysa öll verkefni og fóru kennararnir verða að nota gervigreind til þess að búið til verkefnin og til að fara yfir verkefnin og maður er bara til hvers er þá skólinn? Ég líka velti fyrir mér þegar þessi krakkar sem fari gegnum þetta allan á að sækja vinningus þar og sitja á móti framkvæmdastjóra í bara svona beinu samtali, alltaf er að láta gervigreindina svara fyrir sig. Það þeir ráði ekki við eðlileg samtöl og hafa ekki orðað forða til að tala við þinn. Það var nú gert vel grín á þessu í skaupinu. Já, alveg rétt. Er ég endur taka skaupið? Nei, það var læknirinn, hann var búin að fara í genið læknisnámið á gervigreindinni og svo var hann í miðri aðgerð og var hann að spyrja gervigrindina og fekk ekki svör. Nei, alveg, þetta er bara... Þetta var alveg spot on. Þetta var það. Já, þeir eru það hefurleitt. Það er líka með gervigreindina, það er alveg gott að kenna allir gervigreinda læsi og miðlalæsi og sjá hvað er búið til að gervigreind og hvað byrja að varast og alls konar hluti og jafnvel snert á því hvernig er hægt að nýta hana til gags, en það hún á ekki að vera einhver vendipunktur í námi. Og ekki kannski grunnskóla. Nei, mér finnst það líka til hvers að gera það í grunnskóla. En ekki gleyma því, tæknin er komið til að vera. Hún er komið til að vera. Við erum bara að kenna á hana. En af því að tæknin er komið til að vera, þá sjáum við það líka í auknum mæli. Hversu mikilvægt það er að læra raunverulega grunnfærni eins og mannleg samskipti, lest og skrif. Að geta unnið saman í hóp. Og geta blandað góða bollu fyrir partí. Þau þurfa ekki að kunna þetta. Nei, nákvæmlega. Ég held að það að bara skrifa fallega væri bara hluti að bara, hvað ég segja... Að vera manneskja? Já, bara að vera manneskja. Ég er góðinlega bara, ég ætla að fá að skrifa nafnið mitt og skrifa það fallega. Og ég skrifa þetta rétt. Ég hætti bara einhvern veginn, verið ekki skipta máli í dag. Nei.
Nei, mér hryllir við þessu, ég treysti þessu ekki af því bara Nei. því hvernig búið að staða sem er spjaldtölunar og hversu mikið mótþrói þarna þá ég bara mjög aukandi yfir þessu með það að gervigreindin að fara að vera nýtt í námi í grunnskóla alveg niður í, þú veist, miðstig og Þú ætlar að breyta þessu ég get Þú ætlar að berja í ein. borðið Já, ég mun alltaf berja í borðið en eins og ég segi, Þú getur þetta víst einn við þurfum fleiri foreldra, nei, þetta samstæðan, hún skiptir öllu máli hérna. Já. Það er enginn að fara að hlusta okkur eina mömmu hérna í bröflaðskastin. Nei, mér langar stundum, ég segi ykkur alveg eins og að því ég sagði við ykkur í inni stundum á kaffihúsum þannig að mér er gott að gaman að hanga á kaffihúsum bara tala við skemmtilegt fólk og lendi í einhverjum uppákomum það er annað slagið, það er reyndar á undanhaldi þá sé ég unga foreldra með kannski 2 ára gamalt barn og þau eru að spjalla og skella símanum beint fyrir framann nefið á barninu sínu mér langar til að vera með bara með svona A4-blað líka við, bara með staðrendum bara leggja þetta bara borðið leiðið labba framjá Má maður það ekki alveg þegar maður er, þú veist Ég veit það ekki ég allavega sko hef margoft því ég sé unga foreldra með bara pinkulítil börn kannski bara í vagni að þá vitna ég Hermund Sigmundsson sem er náttúrulega prófessor í lífeðlisfræði eða hvað þetta heitir nú, tauga sálfræði eitthvað hann segir bara þú átt að nefna 2000 orð við barnið á klukkutíma wow. Það er ekkert váið við því, þú myndi ekki telja þetta nú er að skipta á bleiu, þetta er snutta við erum að lappa upp stiga, nú erum við að fara að sofa þetta er kotten, þetta er sængin og fólk bara, í alveg, ég hef aldrei heyrt þetta og ég velti fyrir mér fólk getur eignast börn bara á þess að bara fá nokkra fræðslu það fyrir með barnið heim og þá bara bjarga sér hvernig getur það gerst í upplýsu samfélagi að ungir foreldrar bara þeim er ekki skylt að fara á námskeið í það hvernig að alveg krakka kannski það framtíðin svo förum við í leikskóla og þú ert að vera með 5 ára háskólanám til að geta sinnt börnum í leikskóla en foreldrar með að gera þetta heima án háskólanáms hvernig stendst þetta? Jú, ég veit að þetta náttúrulega átt að samræmast einhverju grunnskóla, kennslu og háskóla gráðu en meina, við munum ekki fá hvernig orða þetta við vitum að það er náttúrulega eru í leikskóla eru 2000 erlendir starfsmenn af erlendu bergi sem tala ekki tungumál almennlega á mikilvægasta málþróska tíma barnana og meðan það tekur 5 ára að komast að vinna í leikskóla þá munum við ekki fá hæft fólk þangað inn afsakið hæfara fólk sem tala tungumáli betur með fullri virðingu fyrir öllum öðrum sem eru örugglega sinna í vinnunni sinni en við erum ekki alveg sko tungumálið í leikskólanum almennilega En síðan er mjög sterk og góð ungbarnavernd og þegar við eignast börn þá fáum við ljósmaður heim í heimaþjónustu Já, bara fyrstu vikurnar Það fer eftir hvort lengi að spýta Eru þær að tala um þetta sem ég var að segja var þetta Hermund? Nei, en ég er að segja að það væri hægt að nýta þessa vettvanga til þess að vera með eitthvað skonar fræðslu Talandi sko lengi býra fyrstu gerð það þarf að byrja bara á þessum árum fyrstu dagarnir skipta svo miklu máli en það við erum ekki að gera það en svo erum við að reyna að bjarga eins og ég nefndi það 180 miljónar ári að því eitthvað fór úrskeiðis þegar krakkin var lítill sko. Og það er alltaf til peningu fyrir þessu endalaust sem betur fer að sjálfsögðu en við getum sparað hana pening En ég bara segja að því að þegar ég hef nú gengið með 3 börn hérna og ágætlega sjóðu í þessu að við förum í mæðravernd og þar býðist okkur alls konar fræðsla brjóstakjöf og fæðinguna og skyndi hjálp fyrir unga börn og það er alls konar verið að gera og þetta er alveg strangt, maður fer alveg oft og það er alveg haldið vel utan um hann og síðan Og er þetta skildumætinga það? Ég held ekki skildu en það gera fara allir flestir Þú vilt fara, já, það er mjög sjálfgætt þú ferð ekki en síðan eignastu barnið og ef þú ert lengi på spítala þá hefur allan verið þannig að þú missir þessa þjónustu en ef þú ferð bara fljótlega heim þá kemur ljósmóður heim til þín og alveg í viku eða eitthvað og er að vikta barnið og hjálpa með brjóstakjöfuna og gera svona bara flotta hluti og þetta er rosalega dýrmætt þjónusta og síðan er maður alltaf í ungbarnavernd maður er alltaf að mæta alltaf með heilsugæslu og það er verið að vikta barnið og skoða og það er bólusendingar og alls konar hlutir þannig að við erum alveg í snertingu við foreldrana. Allt líkamlegt. Minnur að halda þessu áfram svo náttúrulega þú veist 4 ára skoðun og
að halda sko fræðslunni áfram bara, það enda að tala að lesa bækur á kvöldin, hann fjárháskóðun. Já, eða? Já. En ég ekki að segja sko að það væri hægt að hafa einhvers konar námskeið til dæmis. Já, þeirra vegum. Já, eða bara nefna það, við erum í boði, bara að það sé hægt. Fyrstu 1000 dagarnir, það eru 3 ár. Já. Það er bara þannig. Hann tala líka þetta Gabor Mate, Já. When the body says no, hann svo mjög virtur. Hann alltaf að tala þetta sama Hermundur, endalust, aftur og aftur. Já, ég var ekki búin að heyra af Hermundi. Hvar hann bara með bækur? Hann býr í Noregi. Já. Vinnur þar og starfar þar. Hann með þetta, hann startaði þessu verkefni í Vestmanni, þetta skóla. Já, hann. Já, þetta er hann sem alltaf hreyfing á mótana, hreyfing 5 daga vikunar. Til að breyta áherslum þetta líka komið í Lindaskóla. Þetta þetta kerfi sem nýr menntamálar vill taka upp mjög víða. Já. Inga Sæland. Já, að því að árangurinn í Vestmanni svo góður. Já, frábært. Ok, það verður spennandi að sjá. En ég held að mig bara fara margar ólíkar leiðir til þess að börnun okkar blómstri, sko. Já, ég held að minnka þessa dópamínvættu leiki í skólum og bara þetta ódýra dópamín sem í þessum skjám, bara almennt, minnka það og efla það að þú sért að fá dópamín náttúrulega út frá því að gera einhverja erfiða hluti eins og að hlaupa eða hreyfa þig eða bara tala við vin eða knúsast eða eitthvað. Það er miklu náttúrulegra og betra, hægara. Þetta hljómaði svolítið eins og falleg lokaorð. Það ekki? Jú. Eitthvað sem þú myndir vilja bæta við? Nei. Ég geti talað alls konar hluti fremur öllu kvöldi. Þá færum við svo langt út fyrir efnið. Við erum að starta nýtt hlaðvarp og fá það aftur. Nei, það þarf ekki alltaf fyrir lofti, sko. Nei. En takk hérlega fyrir að koma og tala við okkur. Ég var ánægður.